Ágætu elskuðu vinir, við erum samankomin á staðnum okkar til þess að heyra Guðs orðið okkar, því að þetta gjöf frá Guði, drottni Jesú, til mín og þín, og þess auðvitað erum við bara glöð og kát og þakklátt fyrir það að hann ljái máls á því að yfirleitt að hafa allan hann áhuga á okkur, sem nú kannski umhugsunarefni svona þegar við skoðum í eigið hjarta og sjáum nú þar ýmislegt sem ætti nú ekkert að vera, en er. Allt vegna þess að við á sínum tíma brugguðust honum og þar skildu leiðir. Ég er að tala um það sem gerðist við skilnistréð góðs og ills þegar maðurinn tók sína afdrifaríku ákvörðun að leyfa þessari veru þarna við skilnistréð að taka násir. Hann hafði ekkert gott í huga og það höfum við fengið að sjá í gegnum tíðina að er ekki. Allar þessar hörmungar, öll þessi mannleg harmkvæli, þetta er allt saman komið þaðan, hefur rót sína að rekja þangað. En við eigum góðan Guð sem að gafst ekkert upp þó að þetta hefði gerst. Og líka annað sem er gott að hugleiða, hann sér ekki eftir neinu. Hann sér ekkert eftir því að hafa gert það sem hann gerði. Hann sér ekkert eftir því að hafa mótað Adam úr leiri jarðar og blásið í hann lífsanda, því hann gaf honum allt sem hann gaf sér til blessunar, manninu til blessunar. Eitt af því sem hann gaf honum var frjáls hugur, af því að hann vildi aðgreina mannin frá skepnum jarðar. Maðurinn er því eina sköpun Guðs í raun og veru sem hefur þennan frjálsa vilja. Þannig að skepnan hefur þetta ekki, hún bara gengur þann veg sem að henni er ætlað að fara. Hún lifir bara eins og hún lifir. Sum af þessum skepnum jarðar eru okkar bestu vinir og það er þekkt, við temjum dýrin og þau elta okkur og hlýða okkur og eru vinir okkar og við elskum þessi dýr okkur og allt saman það og ekkert það að segja. En þannig er ekki með líka dýrin, tamindýr, þau gera bara minni vilja. Þannig erum við þau blessunin. En við erum ekki sköpuð til þess að við gerum oft annara vilja, það er ekki mál, það er bara okkar val. En við getum alveg farið gegn öllu sem að kemur að okkur, ef við viljum það. Og þetta var það sem að gerðist við skilnistréð góðs og ills með tímanum, tók einhvern tíma fyrir veruna að sannfæra mannin eitt og annað. Við sjáum þegar hann er að reyna að brjótast þarna í gegn, hann segir, ég haldi það að drottin taki því nokkuð svo óstindu upp þó þið myndi nú aðeins smakka á þessu eða eitthvað í þeim dúr. Og svona var hann að tönnlast á þessari sköpun Guðs, því hann vissi það að maður gat valið það sem hann vildi. Hann veit ýmislegt og hann bara heggur í það knirrun alveg endalaust þangað til hann færi sínu framgeng. Þá var hann komið með þau völd sem hann vildi, því hann vissi að maðurinn var til að mynda skapaður til að vera gæslumaður jarðarinnar. Og þessi gæslumaður jarðarinnar átti að stýrast og stjórnast af skapara sínum, drottni Jesú, og hafði skilyrði til þess í hjartanu, því að drottni stjórnar manninu þaðan koma skipanir frá hæðum, og þetta vitum við sem erum trúið. En við skilnistréð góðs og ills var þessi aðskilnaður, því andinn fór út og hann sjálfur kom inn. Og hann er að gefa skipanir. Og þannig er það enn þann dag í dag. Og að því hann er illur, öndvertu Guð sem er góður, þá sjáum við öll þessi illskuverk allt í kringum okkur. Þau birtast ekki bara í sprengjulátum og skothríðum. Þau birtast okkur miklu fremur bara í kringum okkur, í reiðinni, í biturleikanum, í gremjunni, í uppgjafartalinu og hugnum sem við erum allt og oft haldin. Þetta er allt saman afleiðingar af því að við stjórnustum að röngu afli sem er hérna til að stela, slátra og eyða. Það er bara hérna til þess
að valda sundrungu í heiminum meðal manna. Og þannig hann í raunverulega í stríði við Guð. Það er að vera með okkur sundurlind, ósamstæð og svona í slagkort við annað. Því að það hryggir ekkit, skapar hann neitt meira heldur en akkúrat það. Þetta er stríðið sem í gangi við Guð, því hann hefur ekkit í hans sjálfan að gera, það veit hann. Og þetta gerist þegar maðurinn frelsast, þá fer hann undir hjúp drottins. Og við sjáum þennan hjúp, svo ég tali aftur það, í Jobsbók, þegar Satan og Guð að tala saman. Og Guð bendur á Job, sem sinn mann, svona hælir honum svolítið. Og hann segir, alltaf sé nú ekki ástæði fyrir því að hann er með allt sitt eða hann er svona eins og hann er. Þú ert með vend allt í kring. Hvernig á ég að koma að staðan? Ég get það ekki. Þess vegna reynir hann allt sem hann kann og getur, og hann kann ýmislegt, til þess að ég og þú náum ekki, eða enginn nái til okkar með orð Guðs. Og í ljósi þessa er vel hægt að skilja það að menn vilja ekki hafa neitt inn í skólum eða bara hvar sem er. Þetta er bara verk Satans. Hann er að koma í þannig fyrir að sem fæstir heyri Guðs orð, til að færri fái þessa vendi við sitt líf, til að hann geti ráðskast og gengið að mönnum vísum hvers þeir eru. En eftir að þeir hafa fengið þessa vend, þá getur hann ekki gengið að þeim vísu. Þannig er það. Upphafið að öllu þessu rekjum við til skilningstréð góðs og ills. Þar byrjaði þetta allt. Já, líka ógjafan í heiminum, hún á sitt upphaf. Hún byrjaði þar. Hún endar í Kristi, því að þar fá menn aftur þessa vend, þeir fá heilagan anda, þeir fá trú, þeir fá skilning orði Guðs og þar með þessa vend sem að þeir ganga bara í. Allt þeirra er í friði upp frá því, en sjálfur eru þeir ekki í himnaríki nema sumpart, því að þeir náttúrulega horfa á verk illskuna, allt í kringu sig. Þau fara ekkert framjá nokkur manni með opin augu. Þessna höstu við á Satan en ekki á fólk. En þá er líka gott að vita að því, ég sem trúum manneskja, er ekki svo mikið að slást við illa anda, það getur vel verið að það sé í einhverjum undantekningatilvikum. Heldur við mitt eigið hold eins og ég hef oft talað hér. Heldur ég, minn gamli gaur, hann er fullur af illsku, að því að illskan býr í holdinu. Og ég er ennþá með hold, en Drottinn segir mér að deyða holdið. Vilja holdsins að á að með það, til þess að andinn bara eigi mig allan í gegn. Þá er ég nú held ég, ef ég næði því, þá er ég nú held ég komið bara nokkuð nálægt himnaríki hér á jörðinni. Þannig að við höfum alltaf markmið. En holdið þarf að temja. Það þarf að aga það undir vilja Guðs. Og þetta er bara vinnan sem fylgir því að vera kristinn maður, og þarna eru öll þessi átök. Og svo annað, þegar við erum að glíma í okkar glímu og við segjum árásir frá Satani, það er ekki þannig. Yfirleitt þá er Drottinn sjálfur að eiga við okkur. Ef við bregðustum ókvæða við og sjáum ekki Drottinn í verki, að þetta er sárt og þetta er sársaukafullt og þetta er erfitt, og við segjum einu sem enn þarf ég í gangi gegnum þetta, Drottinn er að með mig í ferli, að því að hann vill að ég sigri. Við vitum þetta öll sem höfum farið í gegnum alls konar, að þegar við erum komnir í gegn og við komistum í gegn að þegar við heldum áfram. Það er hinum með við þetta allt saman sem að lognið er. Og við horfum tilbaka og við sjáum það að við höfum orðið miklu meira vald á þessum kringumstæðum. Þær koma aftur og þær geta skekkt myndina aftur, það er alveg rétt. En samt, við vitum leiðina. Og nú ætla ég að tala sjálfa mig svolítið,
þegar ég var einu sinni, var mikill myndasmiður, ég veit ekki það, ég tók mikið af myndum og þar ég lá í henni bara í þessa myndir mörg ár og ég átti ekkert við það. En svo það vissi á þeim hana og ég átti alveg myndi frá því 60 og eitthvað og til ársins, ég ætlaði ekki verið svona kringum 99, fyrirgefið 90 sem ég hætti svona, lagði ljósmyndavélina til hliðar og átti ekkert meira við það nett fyrir en bara 2000. Ég hafði sennilega verið fyrir 90, ég ætlaði ekki verið svona 85 sem ég lagði vélina til hliðar, en 80 orðið þá orðið töluverðan staflaða myndum og ég vitnaði þetta áður og góð vísa aldrei of oft kveðin. Ég fann það hvernig myndirnar og þessi gamli tími rifjaði upp fyrir mér alls konar leiðinlegar hugsanir sem að komu upp með þessu og bara erfitt fyrir mig að fara í gegnum þetta því að myndirnar voru fallegar og fólki var brosandi og elskulegt og allt saman það, en ég þekkti allt í kringu þetta drasl eins og ég saði sko. Og endanum fór það þannig og ég gafst bara upp á þessu og ég hendi myndunum mínum sem var rátt af mér að gera, ég veit það í dag, en ég ekkert að berja hausinn við steinin með það bara gerðist og var rátt og ég viðurkenni það. En samt var þarna samt eitthvað óuppgert, ég fann það var ekki farið, það var ekki nóg að henda pakningunum það þarf að fara inn í innvolsi og þar var ég líka heppin, ég átti annan pakka, kvikmyndapakka 8mm filmur sem mörg kannski munið eftir og ég fór í gegnum þær og það var sama sem gerðist það að ég var að finna alls konar viðbröð við þessum myndum og fína myndir og allt saman, það var ekkert að því. Fyrir mér var þetta rosalega erfitt en það var nú eiginlega, ég veit ekki af hverju, bara Drottinn var með mér í því máli og ég var ekkert að pæla það, ég vissi ekkert að því að ég held áfram myndi þetta koma. Ég held áfram, fór að vinna þær og setti þær inn í tölvuna mína, nú er þetta allt komið í tölvun náttúrulega og var að svona klippa þetta til og búa til efn úr þessu, en þetta var ekkert létt verk. Svo allt í hennu sé ég það að ég hef alveg fullan frið fyrir þessu myndum. Af hverju? Af einni ástæðu. Ég held áfram. Ég hopaði með ljósmyndirnar og sé eftir því og viðurkenni það bara en hélt áfram með kvikmyndirnar og sigraði það, komst yfir það og í dag veit að mér bara gleði og ánægju. Ég er bara stoltur að ég hafa átt allar þessar minningar sem eru náttúrulega bara þarna og hvergi annars staðar vissa atburði sem tengjast mér prívat og persónulega. Sumar af þessum myndum eru sjóaramyndir en það er bara lítill partur af því sem ég tók. Þetta eru mest bara fjölskyldumyndir og ferðalagsmyndir og svona sem maður bara hefur gaman af bara að rifja upp í dag. Því ég held áfram. En var þetta árás frá Satani þegar ég var að glíma mína glímu? Nei, þetta var bara ég sjálfur. Akkur ætti hann eitthvað að ráðast á þetta? Löngu liðina tíð. Þess að var ég sjálfur þegar ég var með neikvæðar minningar atburðina. Og þetta koldist allt yfir mig í vissum tilgangi. Guð var að sýna mér hvað ég þyrfti að gera til þess að losna því hann er maður, hann er Guð friðarins. Man sýndi mér það með þessum hætti að það er hægt að komast yfir bara allt. Þetta var mér erfitt. Þessi ár sem þarna eru sennilega erfiðustu ár sem að ég upplýði á milli 70 og 80. Það er sennilega erfiðustu ár í mínu lífi. Og þetta var allt þarna, rifjast allt saman upp fyrir mér því að þessar myndir voru þaðan, úr frá því dæmi. En svo komst ég yfir þetta og mér fór að þykja vænt þetta allt saman. Og í dag er ég bara þakkláttur fyrir það að ég hafa gert þetta bara liðin tíð og bara til hluti af minni sögu. Við eigum öll okkar sögu. Og sumir partar úr sögun okkar eru okkur erfiðar en hinnir. En að því að Guð er svo góður þá leiðir hann allt til blessuna og þegar hann sér það að ég held áfram og þá sýnir hann mér það að þessi vinna var þessi verði að vinna hana og eins og ég segi í dag mér ekki bara vænt þetta efni
Drottinn tók sjálfur yfir þegar ég hélt áfram. Ég fattaði það ekki, reyndar að ég var alltaf að vinna í þessu og svo allt í einu bara var ég komin í gegn og í dag bara, já, bara flott. Sama hefði gerst með hinn pakkan, en ég hoppaði á miðri leið og gaf þetta frá mér. Það var líka ástæði fyrir því, svo ég taki nú það fram aftur, ég var á þessum árum alltaf að flytja. Þetta var eitthvað um eftir 2000 sem ég hendi öllum myndunum mínum og það var vegna þess að ég var alltaf að flytja og ég nefndi ekki að vera að bera allt þetta drasl, alltaf reynd sko. Þannig að ég fór bara að gekki það að fækka þessu og tók verulega til í mínu ranni og þetta flaug líka. Þannig að flutningarnir urðu bara viðráðanlegir eftir það. Og ég sé ekki þetta því sjálfur sér. En það hefur verið gaman að eiga þessar myndir í dag vegna þess að ég er kannski miklu meira að vinna með þessar myndir í dag og hefði getað notað þær víða. Bara á netinu og hingað og þangað sem maður er mikið á í dag. En allt var þetta vegna þess að ég fór í verkið og ég skildi það núna, ég skil það betur núna því ég sigraði þessar 8 mm myndir. Hvað það er mikilvægt fyrir okkur að halda bara áfram. Og öll togstreitan var í holdinu mínu. Ég er varin af vendaður og varin af Guði sjálfum. Og ég minni aftur á Jobb. Það gildir mig. Ég er raunverulega frekar en Jobb því að ég trú á Jesú Krist. Hann var ekki með Jesú. En ég er með hann. Hvað þá heldur mig sem trúi á eingetinn son lifandi Guðs. Sem sendur var gaggjart til að frelsa mannkyn. En það er sem sagt trúin sem kemur okkur á leiðar enda. Og þegar við lesum Biblíuna, Nýja testamentið, sjáum við mjög vel hvað trúin er fólki. Sjáum mjög vel hvað menn voru tilbúin til að gera til þess að verja sína trú. Hver margir hafi ekki staðið andspænis dauðanum sjálfum við það að verja sína trú. Verja Jesú Krist eða boða Jesú Krist og halda honum á lofti. Og hver margir gjaldi ekki fyrir með lífi sínu. Það hefur alltaf verið þannig og það er enn að gerast að það hefur verið að taka kristnamenn að lífi beint fyrir það að trúa. Hvernig má það vera að manneskja sem elskar lífið sitt og alveg svo aðrir menn, við vitum alveg hvað lífið okkur kært. Hvernig má það vera að menn jafnvel taka þann kost ef þeir standa frammi fyrir því að falla heldur en að afneita til að mynda Kristi? Hvernig má þetta vera? Hvernig útskýrum við þess svona hluti? Var einhver bilun í höfðinu? Er það útskýring? Er það einhver svar inn í kringumstæðuna? Nei. Hvað gerist? Það er bara maðurinn fær þessa fullviss og staðfestu sitt hjarta að þetta sé það sem sé ofar öllu öðru og sé í raun og veru ofar eigin lífi. Hann bara veit þetta. Og þess vegna lætur hann yfir sig ganga alls konar og svo líka það að hann veit að það er til óönnur hérna, hann heitir ekki mannsnafni, hann heitir Satan sem gerir allt sem hann getur til þess að orð Guðs komist ekki að. Þetta er bara verkefni og núna, svo ég endur takið aftur, skiljum við betur hvers vegna við viljum ekki hafa þetta inn í skólum, inn á barnaheimilum, inn á dagheimilum eða hvað þetta allt heitir. Fegurð, þó þetta sé fegurðin upp málu. Við erum hrædd við þetta af því við þekkjum það ekki. Og hvernig má það vera að við þekkjum ekki orð Guðs eftir allan þennan tíma sem orð Guðs hefur til að mynda verið boðað í þessu landi? Við vorum að halda upp á 1000 ára kristni fyrir 5-6 árum eða kannski 10 árum. Og enn þann dag í dag stöndum við andspænis því að við viljum ekkert með þetta hafa og það eru fáir tilbúin til þess að verja þetta. Margir tilbúin til þess að koma í gegn þess og íta þess út sem óhæfu. Við hvað erum við hrædd?
Við þekkjum þetta ekki. Og við erum að láta mata okkur á alls konar, og hvaðan kemur þessi mötun? Við töluðum í upphafi það sem gerðist í skilnistri góðs og ills. Þaðan kemur mötunin. Hann stjórnar hjarta mannsins. Og þaðan ræður hann hug hans og svo framvegis og svo framvegis. Valdið sem Guð ætlaði sjálfum sér í hverjum einstaklingi fór vegna vals mannsins. Þetta er svarið. En svo kemur Kristur, gefur okkur trú, og við erum tilbúin til að gangi í gegnum bara hvað sem er fyrir þessa trú. Þetta er hinn armurinn á þessari, hinn endin á þessari spýtu, og þá erum við konur yfir trúna, og svo kemur þekkingin á því hvers vegna við erum tilbúin til að ganga í gegnum það sem við göngum í gegnum, en það er ekki neitt annað að ræða. Við vitum himnaríki. Við vitum stað sem heitir hel, og við vitum mátt og megin kirkjunar í deginu. Og við verðum að standa okkar plikt til þess að ekki falli skuggi á neitt af þessu. Og ég með þess vegna erum við að þola það sem við þólum ef við þurfum að þóla eitthvað, og stöndum í gegn storminum þegar hann kemur. En svo náttúrulega eru alltaf einhverjir sem að hopa undan þegar vindurinn byrjar að blása hressilega og segja við sem ég tek nú ekki þátt í þessu. Og Drottinn talar þessa menn í Biblíunni. Þegar hann talar sáðkornið, sundfjall við í grýtta jörð og framvegis, hann er að tala þetta fólk. Sem þess að byrjar og er óbáslega happy og glatt yfir því þegar mæti eða Drottinn mætti, það vekur öllum gleði. Svo byrjar eitt og annað, og svo koma þessar árástir og byrja að þreyta mann, og svo bara eru menn farnir. Þetta er gömul á ný, en svo er alltaf einhverjir sem að uppskera 100-falda uppskeru. Það eru mennirnir sem að heldu áfram. Hverjir eru það? Ég og þú og allir hinir sem tókum ákvörðunum það að halda áfram. Var þetta merkilegri menn, aðri menn? Nei, en þeir tóku sína ákvörðun og standa á henni. Þeir eru eins og Páll sem vissi á hvaða leið hann var. Hann vissi það var ekki neitt annað að ræða. Og hvað sagði Pétur? Þegar Drottinn sneri sér að þeim og spurði, allir þér líka að fara? Þegar hópur manna yfirgaf hann þegar hann sagði eitthvað ákveðna setningu. Þá sneri Pétur sér að hann og sagði, hvert hefur við að fara, Herra? Þú hefur eilíft líf, eða eitthvað þannig. Hann vissi að Guð var það sem hann þurfti á að halda. Og hann var tilbúin til að þóla allt, til þess að, þóla í eiginlega allt og halda bara áfram. Já, hann hélt áfram. Hann afneitaði Kristi 3, en gekk í sig, iðraðist og hélt svo áfram. Svo kemur heilagur andi og útstígur maður í fullum styrk og djörfung. Áður en að fékk hann anda var hann lafhræddur og fór með veggjum, og þeir tvílæstu hurðinu eftir sér. Af ótta við það ekki að verja sig gegn því að ráðist inn á það. En svo kemur Kristur og kraftur með honum og þeir bara fyllast djörfum. Og þessir menn, fylltir heilugum anda og sinni trú, er fólki sem að sýnir okkur það að við getum náttúrulega fyrst og fremst þurft að þola ýmislegt til þess að halda í það sem við eigum, og við verðum að halda áfram því að það náttúrulega kemur alltaf logn og eftir stormi. Ég var að vitna þessa vinnu mína varandi myndirnar. Þetta er kannski ekki neitt merkilegt fyrir einhvern að heyra þetta, en það var það fyrir mig. En ég var í mínum stormi, alveg bullandi stormi, en svo komst ég í logni, og það var minn styrkur og mín gleði og minn fögnuður. Þegar Drottinn setti mér þessa vinnu að þegar hann vildi blessa mig. Já, Drottinn er með okkur oftar en við höldum þegar við segjum árásir frá Satan. Hann er að uppræta, því að við þurfum ekkert að hafa neinar áhyggjur af því að óvinnurinn sjálfur upprætir ekki kannski einhverja meinsemd sem hann er búin að koma sjálfur fyrir í sér, því hann ætlar að nota hana gegn þig.
Þannig er það ekki þegar Guð er tekið við manninum. Þá byrjar hann að ýta þér inn í þessi verk og þú ert alveg skelfingu lostinn og hrópar hárri rödd, árásir. Þetta er bara holdið. Svo stígur skrefiðinn inn í þessu stormi og þú sér að þú ert búin að fá frið. Og hvað gerist með friðinum? Sigurinn er kominn. Og við sjáum, þetta er svolítið eða náttúrulega víða í Biblíunni, hvernig þessi menn voru tilbúinir til þess að verja það sem þeir áttu. Og þeir voru tilbúinir allir í raun og veru til þess að bara, og jafnvel áttu þeir vona því að verða líflátnir. Það var þó bara svo að vera. Ekki það að þeir vildi ekki lifa, og þeir vildu lifa. En ef hitt var kosturinn eini, þá tóku við því bara. Við sjáum að trúin er ekki bara einhver datt á hausinn og mitti sig. Þetta er miklu meira. Þetta er afl í manninu sjálfum sem að, ef hann er á réttum staði sem að hann hreyfist ekki á og er tilbúin til þess að þola bara allt. Og ég trúiði því, elskuðu vinir, að það eru margir sem þurfa að þola mikið fyrir sína trú. Það er ekki allir sem sæta ofbeldi svona með beinum hætti, en samt kannski ofbeldi til að mynda í því að menn yfirgefa þá. Gamlir vinir hætta að tala við þá. Fjölskyldan jafnir snýr baki við þeim. Þetta er engum létt. En samt halda þessi menn áfram að vinna þá vinnu sem þeir hafa verið að vinna í Jesú nafni. Hvernig getur staðið á þessu? Ástæðan er að þeir segja að það er engin önnur leið, ég verða að gera þetta svona. Og hvernig stendur að þeir segja þetta? Að þeir vita hver framtíðin er, þeir vita hvar þeir standa og þeir vita hver Jesú er. Það er ástæðan. Þess vegna erum við með þessar sögur í Biblíunni, alls konar sögur, menn sem reyndu, menn sem hopuðu, menn sem komist í gegn og fengu friðin af því að komast í gegn. Menn eins og Páll sem viðurkenndi staðreyndir. Það býr ekkert gott í holdi mínu. Við séum árásir Satans. Sem sagt, við kostum ábyrgðin yfir á hann sem er okkar eigin verk. Þegar lífið okkar hefur bara búið til alls konar í okkur og sært okkur á marga vegu, milljón vegu. Já, vinir, við þurfum að skilja út okkar þetta gengur og skilningurinn kemur þegar við erum að tala út orð Guðs og leyfa orðinu að mata okkur. Þá verðum við ekki ógeðslega reið þegar einhver segir sannleikann við okkur, heldur fögnum við yfir því. Og það er styrkur okkar á hverjum tíma þegar við fögnum yfir því þegar að menn vilja tala orð Guðs til okkar. Eins og verið er að gera hér. Förum í Postulasöguna, 25. kafla, í 13. vers, og þar er hann, og ég var að tala hérna svona, við þurfum að hafa svolítið fyrir þessu og reyna að líka aðeins að innbra á því að svona hvers vegna eru menn tilbúinu til þess að ganga í allir þessari vitlis og þvælu sem þeir ganga oft í vegna trúarstina. Það hlýtur að vera einhvað á bakvið þetta sem maðurinn er sannfærður að hann verði bara að halda í hvað sem tautar og raular. Er þetta vitvirtir menn? Heimurinn segir það, já. En segir þú það sem trúið manneskja? Nei, þú veist hvað máli snýst. Þú ert kannski manneskjan sem hopar alltaf undan óverunu. Þú ert kannski manneskjan sem vilt alltaf fara einhverja hjáleið framjá erfiðleikunum. Þú ert kannski manneskjan sem ert upptekið við það að kasta því sem að þér snýr yfir á einhvern annan. Þetta er honum og henn að kenna. Þú ert kannski þessi manneskja. En vittu til, oftar en ekki er drottinn með fingurinn á bakiðinu og hann er að ýta þér af stað í gegnum þessa erfiðleika af því að sigurinn er hinum með við og þú verður að takast á við þá.
Og þá er líka gott að vita það að Drottinn er með í ferðinni, og þá ferðu að skilja betur með sigrónum sem þú færð, ekki ósigrónum, eða þegar þú hopar, það er bara sama ósigur. En þegar þú ferði gegn og sér sigurinn sætan, að þá ferðu líka betur að skilja það að þú verður að standa þig í hverju sem er, þegar kemur að Drottni Jesú Kristi. Og líka það að þrátt fyrir alls konar, þá heldur þú áfram að vinna góð verk í Jesú nafni, því að það er Drottni velþóknanlegt, því að hann hefur ekkert breytt sér. Hann hefur sagt okkur allt hvað þetta geti kostað okkur. Hann segir að meira að segja að einhverjir af okkur muni jafnvel týna lífi. En hann gefur engin orð það, en hann segir að það gæti alveg gerst. Og þetta vitum við. Ekki hér upp á Íslandi sem betur fer, heldur víða erlendis, bara út allan heim er verið að taka kristið fólk að lífi. Og ég hugsa það að megi finna einhver staðar í heiminum þar sem þetta er að gerast á jafnvel og hverjum einasta degi, ef við færum yfir allt sviði. Og hvernig stendur á því að menn eru tilbúin til þess að láta fara svona með sig? Nema af sannfæringum það sem að þeir trú á sé rétt. Já, vinnur og vinkona, þú getur átt sannfæringu. Og hún er mjög gagnleg. En þú getur líka átt sannfæringu tóma þvælu, það vitum við líka. En við erum ekki að tala tóma þvælu, við erum að tala sannleikan sjálfa, Jesú Krist. Og þess vegna erum við tilbúin til að þola, já, allt. Sanngjarnt, ósanngjarnt, það er allt bara auka atriði, en við þolum það samt og höldum áfram að vinna þau góðu verk sem Drottinn hefur sett upp í hendurnar á okkur. Við segjum, annað er ekki að ræða, því við viljum halda því sem við eigum og ekki bara halda því vaks í því. Og það er ekki til neinn skemmri skýrn á þeirri vegferð. Þú bara gengur veginn og þú tekur því sem að kemur. Og þú veist, trúin hefur sannfært þig það í gegnum þessa sigra að Drottinn er með þér. Og þá ferðu sjaldnar að grípa til orða eins og árásir frá Satan. Þær eru miklu sjaldgæfari heldur en við nokkun tíman tölum Það er okkar eigið hold að eiga í svona 99% tilvika, kannski 100% tilvika, af því að við erum inn í vernd Drottins og vernd Drottins er vernd Drottins. Hún er ekki bara stundum og stundum ekki, eins og væri ef ég ætlaði að vernda eitthvað, þá gæti það orðið þannig. Þess vegna höfum við þessar sögur í Biblíunni. Þó að sumir kannski botni ekkert í þessum atgangi í kringum trúna, að þá stóðu þessir menn í miðjum stormunum, vörðu sig og vörðu kirkjuna og vörðu orðið út í eitt og sumir mistu lífið fyrir. Hvernig er hægt að skilja þetta nema að skilja hvað er að eiga? Og hvernig get ég skilið það sem menn eiga í trúnni nema því ég á trú sjálfur? Skilningurinn er ekki, hann verður að koma með trúnni og hann kemur með trúnni og þegar við eigum trú og fyrir að fræðast orðið, þá sjáum við betur hvað þessi menn áttu. Og þetta er hvatningi til mín í dag að bara verða eins og þessir menn. Því að það sem þeir áttu á ég líka. Og ég get notað það eins og þeir notuðu það. Þess vegna hef ég kennslubók sem heitir Nýja testamenti. Og það hef ég gert. Og þess vegna er ég hér ennþá þann dag í dag að gera það sem ég hef verið að gera síðustu ár. Og ég er ekkert að veiklast neitt í þeirri trú sem að Drottinn hefur gefið mér hvað það varðan. Að orðið verður að ganga út og orðið getur verið mestu átök. Og ég er hættur að segja árásir frá Satan, því ég veit að það er við mitt eigið hold að eiga. Og þegar ég byrjaði að hugsa með þessum hætti, þá var það margt sem breyttist
trúiði mér með það. Þá fór ég að sjá þetta alveg upp á nýtt og ég viðurkenni þetta sé svona. Og ég bendi aftur á Jobb og samtal Guðs við Satan. Þegar Jobb, Satan segir hann, hvernig á ég að gera það? Þú ert með, hann vernda hann bak á brjóst. Ég get ekki átt neitt við hann. Þetta gildir þig og mig. Þannig við sjáum af þessu, þetta orð Guðs og við trúum orðið Guðs ekki, að vandinn liggur á allt öðrum stöðum heldur við hingað til höfum látið í veðri vaka. Býr í holdinu mínu, í ótta mínum, í hræðslu mínu, í vantrusti mínu og svo framvegis og framvegis. Og þetta allt staðir sem trúin vill byggja, treysta og styrkja. En hún verður að fá að gera það. Og það gerist ekki nema með einum hætti, ég vinn í málunum. Já, ég tók myndir af myndunum mínum á þann og ég hoppaði fyrir öðrum pakkanum en sigraði þegar ég fór í hinn. Og veit í dag að sama hefði gerst með pakkan sem ég hendi frá mér eins og gerist í seinna tilvíkinu og sama mun gerast í hverju sem ég að gangi gegnum en það gerist ekki ef ég held ekki áfram. Það er alveg ljóst. Af hverju? Af því ég á trú. Ég á trú og ég verð að vaxa í minni trú. Og ég er tilbúin til þess að verja hana eins og ég þarf að verja hana. Og hvað er maður ekki að verja trúna sína í til að mynda að þegar maður heldur áfram að gera erfitt verk, persónulega erfitt verk, nema að því að maður á til trú og maður er að verja trúna sína og maður er að leyfina hjálpa sér í gegnum þetta, að því maður á hana. Hvað annað afl hefði getað komið mér í gegnum þetta nema þetta afl? Ekki nokkur. Og nú hef ég fullan frið fyrir þessu og ég er bara mjög glaður að hafa fyrst og fremst náttúrulega gert þetta á sínum tíma og svo í annan stað farið í þetta og komst á friður aftur. Þegar lífið er bara eins og það er. Og það við erum með lífið okkar af fortíðin okkar kannski meira og meira merkt í dag. Þetta er allt í holdinu. Þetta er bókin, orð Guðs, sem vill vinna á þessu öll saman með okkur. Af því það er lifandi, það er kröftugt, það er beittar hverju tvíeggjuðu sverði. Hefur reynt þetta? Ég veit ekkert það. En ef við reynum þetta tvíeggjaða sverð, þá náttúrulega munum við aldrei sjá að þetta virkar. Ef við hopum í storminum, þegar verður að beita þessu tvíeggjaða sverði og við hlaupum út, þá sjáum við aldrei sigurinn. Árásir frá, segir við, holdið okkar elskuðu vinir. Það er miklu öflugra heldur við nokkun tíma gerum okkur grein fyrir. En þegar við byrjum að gera okkur grein fyrir í hverju liggur, þá fáum við líka frið þar. Og hugsunin fyrir að koma öðru sig og óvinnurinn, hann er þarna. En hann verður ekki þetta vægi í lífin okkar. Og við erum oftar með báða fætur og jörðinni svo sagt er. Og það er styrkur. Þess vegna höldum við áfram. Þess vegna tökum við á trúnni okkar. Og við verjum trúnni okkar þegar við þurfum á því að halda. Við komum okkur ekki inn í stormin. Þetta kom stormurinn á okkur af því sem við vorum að gera í Jesú nafni. Hvað getum við gert í því? Ekkert. En þá reynir á trúna. Þá erum við fólkið sem erum að gefa á okkur 100-falda uppskeru. Þá erum við ekki fólkið sem hrifust stund og svo kom mótblast og við vorum farin. Það sást bara undir iljarnar á okkur. Nei, við vöxtum og við trúum og við vitum hvað getur gerst í lífin okkar. Við fögnum kannski ekki yfir storminum, en eftir á munum við sjá að hann þráttur allt gerði okkur gott. Jók trúna jafnvel allan helming.
Það er nú ýmislegt til vinnandi, ekki satt, að trúin okkar eflist allan helmingi í Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðriksson segir þetta gott í dag og hefur þetta ekki lengra núna. Veit að þú fékkst eitthvað til að hugsa að móða úr og vinna meira með járnvel. Heldur þessu góða verki Drottins áfram að því þú ætlar að biðja með honum inn í verkefnið.